fór fyrstur, hann fekk aðeins 10 stig. Næstur Einar Gunnlaugsson á mun öflugri bíl með mun öflugri hjólbarða. En fljótlega fór að sjást blár reykur úr bílnum hjá Einari og þetta var eina brautin sem hann ók í þessari keppni. Hann var frá að hverfa vegna vélarbilunar. Fyrsta þrautin var erfið fyrir ökumenn. Hún reyndi bæði á lægni og á ökutækin sjálf. Hér það Sigurður Þór Jónsson. Nú þegar kominn með 60 stig í refsingu. Eins og við sjáum þetta mjög laust og hann búinn að tapa 110 stigum. Brautin endar hérna upp á bakkanum og hann reyndist erfiður fyrir marga keppendur. Þið sjáu það aðeins 100 stig fyrir þessa þraut. Og þá það Eyjólfur Skúlason frá Egilsstöðum sem skaust upp í fyrsta sætið í fyrstu umferð Formúla Offroad Open á Akureyri fyrir 2 vikum rétt rúmlega það þegar ein þraut var eftir. En honum tókst þó ekki að blanda sér alveg í toppinn. 90 stig til hans. Ásgeir Jamil Allansson á götubíl. Hann gerði garðinn frægastan í vor í fyrstu umferð Íslandsmótsins þegar hann sigraði á Akureyri, öllum á óvart. En staðreyndin svo að götubílarnir hafa í sumar verið að blanda sér í toppbaráttuna í hverri keppninni á fætur annarri. Ásgeir Jamil leiddi meðal annars einnig Íslandsmóti eftir 2 fyrstu umferðirnar. Hann fær hér 130 stig. Og þá það Gunnar Egilsson á kúl. Bifreið sem hefur lengi verið í gangi, hann aðeins búinn að snerta þarna eitt dekk og tapa 20 stigum. Gunnar Egilsson lenti í öðru sæti á Akureyri í fyrstu umferðinni. Hann búinn að tapa 70 stigum og svo þarf að hitta á endaliðið, hægra megin við hvíta dekkið og alla leið upp á, en honum varði ekki ósksinni og hann fær aðeins 160 stig. Og þá það Gunnar Gunnarsson, ekur í götubílaflokki, hefur verið í bastli undanfarna 2 keppnir með mótorinn í bílnum, en nú var hann með nýuppgerðan mótor og það skilaði heilmiklu afli, en hann fór aðeins og langt til vinstri hérna og þarna tók hann á sig 50 refsistig og komst upp á en þó ekki alveg og fekk 140 stig. Gunnar Pálmi Pétursson, og eins og þið sjáið þá skiptist á skinn og skúrir þarna. Þessi mynd tekin á móti veðrinu og þannig var rigningin, en hún sást hins vegar ekki þegar tekið úr hinni áttinni. Gunnar Pálmi hérna rempast svolítið, það greinilegt að hann hafði ekki allan það kraft sem hann þurfti á að halda, fær 160 stig þó. Og það lekur eitthvað hér úr vaskassanum. Þá Guðmundur Pálsson sem sigraði í 3. umferð Íslandsmótsins í DFF torfærinni. Og þarna 50 stig farinn. Hann hefur svipaðan aksturstíl eins og Haraldur Pétursson, á meðan að Haraldur Pétursson ók á ekki heimasætinu heldur í spílnum, mússónum, gamla og kratt og vel í gegnum brautir. Og hér Haraldur kominn á nýja mússónum, búið að gera stórfellda breytingar á honum frá síðustu keppni, búið að lækka hann verulega. En hér rekur hann hægra framhjólið utan í og gerir hnefastórt gat á hægri hjólbarðan að framann. Bílinn var einnig þarna fyrir talsverðið höggi eða framhjóla búnaðurinn. En Haraldur fer hér alla leið og hann fær heil 245 stig og þá það Daniel G. Ingimundarson. Það geftir í hvernig hann læðist skemmtilega hér í gegnum hliðin sem aðri keppendur voru að fá talsvert mikla refsingu og aðeins 20 stig töpuð. Vel gert hjá Daniel. Og hann staðsetur sig hér með 180 stigum í 3. sæti eftir fyrstu þraut. Þá það heimsbikarmeistarinn frá í fyrra, Sigurður Arnar Jónsson. Hann einn 3 sem á möguleika á Íslandsmeistaratitli. Hinnir 2 eru Gísli Gunnar Jónsson sem leiðir mótið og Einar Gunnlaugsson sem í öðru sæti. Og ef mann rétt á munar aðeins 1 stigi á Einar Gunnlaugssoni og Sigurði Arnar Jónssoni. Einu umferð þar eftir sem framfer 11. september á Hellu. Og Sigurður Arnar fekk 170 stig. Og næstur á eftir honum í þessari keppni Gísli Gunnar Jónsson. Sigraði í fyrstu umferðinni, fekk þar með 20 stig þar. Gunnar Egilsson var annar og fekk 15 stig. Og Gísli ekur þetta af snilld. En kemst ekki alla leið upp á og fekk hans 220 stig. Þraut nummer 2 skipta ekki sköpum og þar fengu keppendur 20-50 stig. Staðan fyrir 3. braut, Haraldur Pétursson í efsta sæti með 285 stig, Gísli Gunnar Jónsson annar með 270 og Daniel Ingimundarson á götubíl í 3. sæti með 230 stig. Og það athyglisvert að götubílarnir raða sér þarna í annað hvert sæti, en þá var komið að tímabrautinu og Haraldur Pétursson sem leiddi keppnina þegar hér var komið sögu braut hægri framöxulinn. Öxulinn sem varð fyrir höggi í fyrstu brautinni.
og hann komst ekki upp þessa hindrun, má gera 2 tilraunir og hann fór ekki nema 20% brautar og fjall við það niður í 11. sæti. Gísli Gunnar Jónsson fór þar með upp í 1. sætið og kominn með 110 stiga forskot á Sigurð Arnar Jónsson. Gunnar Egilsson kominn upp í 3. sæti og það athyglisvert að í næstu 4 sætum eru götubílar: Ásgeir Jamil, Gunnar Pálmi, Gunnar Gunnarsson og Daniel G. Ingimundarson. Og þá var það 4. braut og Haraldur Pétursson byrjaði á því að fara hérna út fyrir braut og flaggaður út. Það var svona alveg á mörkunum að hann væri ekki þarna í 100 stiga refsingu með framhjólið yfir rauðadekkinu, en hann fékk eins og var 80 stig fyrir brautina. Sigurður Arnar Jónsson, nei, hann fór ekki hérna upp á í 4. braut og þá var það Gísli Gunnar Jónsson og hann snertir dekkið hinum megin og 50 stig að auki vinstra megin. Hann búinn að tapa 70 stigum. Í 4. braut þá fékk Sigurður Arnar Jónsson 80 stig. Gísli Gunnar nú þegar búinn að tapa 70 stigum og hann verður að gera svo vel að fara langt í þessari braut til þess að fá fleiri stig. Nei, 140 stig og 70 stig samtals. Refsingin var mikil. Eyjólfur Skúlason, sjáu þetta, hann fær hér 80 stig. Og Gunnar Egilsson nú þegar kominn með 100 stig í mínus. Þannig ef hann ætlar sér mörg stig í þessari braut þá verður hann að fara langt. Eyjólfur Skúlason fekk 80 stig fyrir lengdina og 20 refsistig. Hér fer hins vegar Gunnar Egilsson út fyrir braut og kominn alveg 2 bílbreytir út fyrir og aftur og var dæmdur út úr braut. Fekk 170 fyrir lengdina, 150 refsistig, 20 stig fekk hann fyrir þessa braut og var ekki par ánægður með það. Vildi meina það að dómararnir hefðu dæmt hann út úr braut þar sem hann var ekki út úr braut. Gunnar Gunnarsson bjargar sér hérna frá því að fara aftur fyrir sig og fær 70 stig. Og þá kom Guðmundur Pálsson, hann velti hérna og þegar hann lenti þá fekk hann slinga á bakið ofanvert og hann varð að fara á spítala. Hann reyndist hins vegar aðeins tognaður. Sjáum hann hérna halda bakið rétt fyrir neðan háls. En staðan eftir 4 brautir: Gísli Gunnar Jónsson með 100 stiga forskot á Sigurð Arnar Jónsson, þá Gunnar Pálmi Pétursson, Daniel Ingimundarson, Ásgeir Jamil Allansson og Gunnar Gunnarsson. Þarna eru 4 götubílar í 3., 4., 5. og 7. sæti og Gunnar Egilsson féll niður í 7. sæti. 5. braut. Heimsbikarmeistarinn Sigurður Arnar Jónsson. En það var eins og að vantaði hvað í ákveðina hjá honum. Hann náði aðeins 90 stigum fyrir þessa braut og þá er það Gísli Gunnar Jónsson. Bakkar tapar 40 stigum. Fer hátt en missir bílinn hérna aftur fyrir sig og lendir harkalega og við sjáum að afturhjólabúnaðurinn virðist vera talsvert skemmdur. Fær þó 170 stig. Sigurður Þór Jónsson hlaut ekki stig í 4. braut. Fekk 160 stig fyrir lengdina en 190 mínustig og hann reyndi hér að velta en það tókst ekki hjá honum. Hann tókst eins og var frábærlega vel að bjarga sér úr veltunni. 160 stig og aðeins með 350 stig. Eyjólfur Skúlason. Já, þetta greinilega mjög erfið braut. 110 stig komið 540 alls. Þá er það Ásgeir Jamil Allansson, heimsbikarmeistari í götubílaflokki í fyrra. Og þessi braut átti eftir að skipta sköpum í þessari keppni, aðeins 160 stig. Þá er það Gunnar Egilsson. Ákveðinn og svolítið reiður eftir 4. braut þar sem hann hlaut aðeins 20 stig. 40 stig tapast við bakkið og nú er bara að fara upp á. Og hann sendir afturhjólinn upp á brúna en hins vegar ekki gegnum hliðið og niðurstaðan fyrir hann í þessari braut var 230 stig fyrir lengdina og 40 stig í mínus. Það er þessi 190 stig. Þá var komið að Gunnari Gunnarsinni. Gunnar Gunnarsson var í 7. sæti eftir 4 brautir. 40 stig farin hérna og takið nú vel eftir þessu. Og upp á fer hann, 240 stig fær hann samtals, komið 690 og komin upp í annað sætið með 50 stiga forskot af Gunnar Egilsson sem er í 3. sæti. Þá er það Gunnar Pálmi Pétursson. Skildi hann geta leikið þetta eftir Gunnari Gunnarsinni. Báðir eru þeir í götubílaflokki eins og Ásgeir Jamil Allansson. Nei, það er eins og hann taki ekki almennilega á að framann bílinn. 160 stig, 630 alls og þá er það Haraldur Pétursson. Hrappaði eins og ég sagði á, hann er í 11. sæti eftir tímabrautina.
og eftir fjórðu braut þá var Haraldur Pétursson kominn enn neðar, reyndar sat hann þar í 11. sæti. Hann lagar hins vegar stöðu sína hér, hann fer upp á, fær 200 stig, komið 597 stig og kominn upp í 7. sæti. Gísli Gunnar Jónsson heldur en forystunni, komið 120 stiga forskot á annað sæti. Þar situr Gunnar Gunnarsson, þá kemur Gunnar Egilsson. Gunnar Pálmi Pétursson, Sigurður Arnar Jónsson er enn í 5. sæti, Ásgeir Jamil Allarsson í 7. Götubílarnir eru að hrella keppendur á sérútbúnum bílunum og það kom í ljós að afturhjólabúnaðurinn hjá Gísla var mjög illa farinn, brotin hásing og fagmenn sögðu það gengur aldrei hjá honum að gera við. Hér er Sigurður Arnar Jónsson og takið nú eftir þessum maður. Ef við horfum á hjálminn hjá honum að þá má sjá að hann er með hjálminn opinn þegar að bensíni kemur þarna út úr vélarhúsinu og hann lokar hjálminum og slapp sem betur fer frá þessu. Gísli Gunnar Jónsson átti að vera næstur í þessa þraut á eftir Sigurði Arnar Jónssoni en viðgerð stóð sem hæst, þannig að Gísli átti möguleika á því að fara aftur fyrir allan hópinn en tapa jafnframt 60 stigum. Og þarna er verið að gera við hásinguna, hún er úr málmi sem kallaður Potter og það er mjög erfitt að sjóða þetta. Og Eyjólfur Skúlason fær 80 stig hérna, þetta er 7. braut, greinlega erfið. Ásgeir Jamil Allarsson, það þarf mikinn kraft hérna fyrstu metrana. Kraft sem Ásgeir Jamil vantar tilfinnanlega hér. Hann fær aðeins 80 stig með 690 alls eftir 6 brautir og þá er Gunnar Egilsson. Hann velur að fara svolítið til hægri og upp á feran en tekur á sig 50 refsistig þarna. Og það var niðurstaðan hjá honum, 250 stig fyrir þessa braut, 300 stig fyrir lengdina. Komið með 890 alls. Og þá er það Gunnar Gunnarsson, var með 50 stiga forskota. Gunnar Egilsson getur aukið það í 100 hérna. Nei, hann tekur á sig 50 stiga refsingu þarna strax en fór þá upp á, sem er meira heldur en hægt er að segja aðra keppendur, ýmsa. Og hann lýkur þessari braut á 300 stigum, 250 og staðan óbreytt. Hann er með 50 stiga forskot á Gunnar Egilsson og Gunnar Pálmi læði sér hérna upp á aðeins 20 refsistigum og fær 300 fyrir lengdina. Síðasta hindruninni var auðveld og hann skoraði hæst í þessari braut, 280 stig og var þar með komin upp fyrir Gunnar Egilsson sem unnaði 20 stigum. Haraldur Pétursson skríður hérna upp á 250 stigum, kom með 847, komin upp í 4. sætið og Páll Antonsson fór að blanda sér hérna í toppbaráttuna, fékk einnig 250 stig og kom með 830 og í 5. sæti. Og þá er það Daniel Ingimundarson sem að tíma leiddi götubílaflokkin, hann settist hérna á kviðinn og hann fékk ekki nema 80 stig. Gísli Gunnar Jónsson átti möguleika á því að koma þarna en viðgerð var ekki lokið. Enda vart við því að búast að hægt sé að gera við þennan búnað svona með rafsöðuvél. Gunnar og Gunnar í 1., 2. og 3. sæti, 2 götubílar í toppbaráttunni, Haraldur Pétursson í 4. sæti, þá Páll Antonsson í 5. sæti og Gísli Gunnar Jónsson hrapaði niður í 7. sætið. Og þetta gerir heildarkeppnina spennandi því að einu umferð er eftir, hún verður í Swindon á Englandi í byrjun októbermánaðar, 7. og næst síðasta þraut. Hér fékk Gunnar Egilsson 300 stig. Þau komu reyndar mjög snemma, þetta var svolítið skemmtileg braut. Ef að keppendur gerðu mistök þá áttu þá hættu að velta niður þarna 2 metra barð. En Gunnar fékk sem sagt 300 stig, þá vissi Gunnar Gunnarsson að hann þurfti á 300 stigum að halda til að halda forskotunu fyrir síðustu brautina. Síðasta brautin var erfið og nánast ófær allavega fyrir götubílana, þá kraftminni allavega. Gunnar Gunnarsson gerir þetta vel, nær hér í 300 stig og heldur forskoti sínu á Gunnar Egilsson. Þá er Gunnar Pálmi Pétursson eingöngu á afturdrifinu. Gunnar Pálmi var í öðru sæti áður en lagt var að stað í þessa þraut og hann tapar hérna 40 stigum á því að bakka. Velgert eigi að síður. Já, fyrir Gunnar Pálma, meistara í götubílaflokki, þá skiptir það nú litlu máli í svona hliðaralla hvort að framdrifið er inni eða ekki og hann fékk 240 stig fyrir brautina, þannig að hann hrapaði niður fyrir Gunnar Egilsson en þá er það Haraldur Pétursson. Haraldur var í 4. fyrir þessa braut og hann lýkur þessari braut á 300 stigum og þá var hann aðeins 3 stigum á eftir Gunnari Pálma Pétursinni, 1150 hjá Gunnari Pálma en 1147 hjá
Haraldi Pétursssyni og enn voru þeir aðstoðarmenn Gísla Gunnars Jónssonar og hann sjálfur Páll Antonsson. Já, hann ætlar að ljúka þessu. Greinilegt að þessi þraut er auðveld og það gekk tiltölulega hratt að aka þessa braut. Hann fær 300 stig, kominn með 1130 og Gísli Gunnar kominn borð í bílinn en viðgerð stendur þó enn yfir. Og þá er það Ragnar Róbertsson og stuttu síðar átti Gísli Gunnar Jónsson að fara. Reyndar er þetta ekki rétt hjá mér, heldur átti Gísli Gunnar Jónsson að fara á undan Ragnari Róbertsinni. Og Gísli er því greinilega búinn að missa af sínum stað hér í brautinni, búinn að tapa 60 stigum og viðgerð var ekki lokið. Þannig að nú fór að fara hann og hans aðdáendur en þá gerist þetta. Ragnar Róbertsson stoppar þarna á stað sem ekki var möguleiki að koma dráttartækjum að og það var eingöngu á hans valdi að koma sjálfum sér burt úr brautinni. Þetta nýttu aðstofamenn Gísla sér. Því að Gísli varð að mæta í brautina, hann átti enga mínútu inni, hann varð bara að mæta þegar brautin væri orðin hæf til aksturs næsta keppnistækis og tíminn leið og aðstoðarmenn Gísla vildu fá að bæta við sögðum en liðstjórinn, eiginkona Gísla, Vigdís, rak á eftir og sagði þið verðið að mæta ef við eigum að eiga einhverja möguleika á því að blanda okkur í topp 10 og Gísli var jú í 7. sæti fyrir þessa braut en var nú þegar búinn að tapa 60 stigum og þetta var talsverð spenna hversu lengi Ragnar Róbertsson yrði þarna í brautinni og hvort að Gísla og Kó tækist að mæta með Arctic Truck bílinn og svo reynir Ragnar Róbertsson en dettur hérna niður, drap á bílnum þarna og það þurfti að draga hann í burtu og enn bættist í tíma sem að Gísli og félagar höfðu. Aðstoðarmaður hans vill endilega fá að sjóða svolítið meira en það er ekki leyft. Verðum að mæta, segir Gísli og taka afleiðingunum annarkvort heldur suðan eða ekki. Það eru gríðarlega átök á drifkúluna þar sem er verið að breyta snúningi frá gírkassa 90 gráður út í sitt hvort hjólið og Gísli og félagar mættu á réttum tíma þar að segja til þess að fara aftur fyrir og Gísli átti möguleika á 240 stigum hérna fyrir þessa 7. og næst síðustu braut og Gísli leggur í hann. Hann var hins vegar ekki búinn að sjá aðra keppendur aka í brautinu og vissi þar alveg ekki hvernig hún lá nákvæmlega. Vissi þó aðeins að ef að afturhjólabúnaðurinn gæfi eftir hér á þessari stundu að þá myndi hann ekki lenda í einu af 10 efstu sætunum og 10 efstu sætin gefa stig í Formula Offroad Open. Gísli sigraði í fyrstu umferðinni, var með 20 stig og hvert stig dýrmætt. Og hann lauk þessari þraut á 240 stigum og hélt sínu sæti. Gunnar Gunnarsson var hins vegar áfram með 50 stiga forskot á Gunnar Egilsson. Gunnar Pálmi í 3. sæti, Haraldur Pétursson eins og við sjáum 3 stigum á eftir Gunnari Pálma þegar aðeins ein þraut var eftir og Páll Antonsson þarna í 5. sæti. Ásgeir Jamil Allansson fór fyrstur í síðustu þrautina og hér efst var alveg snarbratt barð og aldrei þessu vant þá tókst Ásgeir Jamil Allanssoni ekki að bjarga sér frá þessari veltu. Fékk 200 stig. Og þá er það Gunnar Egilsson, hann vissi það, hann þurfti mörg stig til að komast upp í 1. sætið. Gerir heiðarlega tilraun en vantaði kannski hraðan hérna og pínulitla ákveðni og hann fær ekki nema 190 stig fyrir þessa tilraun sína og þá vissi Gunnar Gunnarsson að hann þurfti bara að fá jafnmörg stig til þess að halda forskoti sínum og nánast gull tryggja 1. sætið. Og hann fær 190 stig, kom með 1430 stig og það voru smá möguleikar fyrir Gunnar Pálma og Harald Pétursson en Gunnar Pálmi hættir hér þegar hann var kominn í 190 stigin og Haraldur Pétursson var jú aðeins 3 stigum á eftir. Hann þurfti 194 stig til þess að komast upp fyrir. Reyndi að fara alla leið en 50 afsæki refsistig þýddu það að hann fekk aðeins 170 stig og varð að láta sér linda 4. sætið á eftir Gunnari Pálma en þá var komið að Gísla Gunnari Jónssoni og hann reyndi en misti stjórn á bílnum og í þessu höggi hér þá rekur hann höfuðið í búrið og misti meðutund eins og sjáum á. Hann hreyfir hvorki legg né lið og það var pínu erfitt að vera þarna á svæðinu. Hann hreyfði nú þarna höfuðið aðeins sem virtist benda til þess að hann væri með meðutund en við skulum fara með Gísla hérna upp.
Og þetta gríðarlegt högg sem kemur hérna síðast og þið sjáu að Gísli hreyfir ekki hendurnar. En það var þögn á svæðinu hjá öðrum keppendum og áhorfendum þegar að þetta gerðist. Hins vegar kom í ljós stuttu síðar að Gísli Gunnar Jónsson var ómeiddur og kom sjálfur út úr bílnum og var fagnað gríðarlega af öllum sem á staðnum var. Og Gísli Gunnar Jónsson hafnaði þar með í 7. sæti, hlaut þar með 6 stig og er þá komið með 26 stig í baráttunni titilinn, meistarinn í Formule Offroad Open 1999. Og þrátt fyrir þær veltur sem að voru búin að eiga sér stað í þessari þraut og þá skelfingu sem að, kannski ekki skelfingu heldur, þá þögn sem að sló á hópinn, þá hélt keppni áfram og næstur í brautina Eyjólfur Skúlason. Og hann ætlaði sér upp á toppinn þrátt fyrir það sem á undan hefði gengið. Hann hitti hins vegar ekki í hliðið og fekk hann 180 stig. Hann fer þarna ofan við hvítadekkið. Skemmtileg staða sem að komin upp fyrir síðustu umferðina? Já, leiðilega skemmtileg. Þetta átti nú ekki að fara svona. Það munar held í 4 stigum á þér og Gunnar Egilssyni, þannig að þú þarft þá 4 stigum meira heldur en hann. Já. Það getur allt breyst. Og Gunnar Gunnarsson, ótvíræður sigurvegari þessa dags, bæði í götubílaflokki og yfir heildina. Gunnar Egilsson varði í 2. sæti. Í 3. sæti var Gunnar Pálmi Pétursson, götubíl í 1. og 3. Haraldur Pétursson var í 4. sæti, þar með í 2. sæti í sérútbúnarflokknum. Í 5. sæti Páll Antonsson og síðan Gísli Gunnar Jónsson í 7. sæti. Ásgeir Jamil Anlarsson var þá eftir Birni Inga Jóhannsinni en hrefti 3. sæti í götubílaflokki og staðan í mótinu þegar einumferð eftir. Gunnar Egilsson með 30 stig, Gísli Gunnar Jónsson með 26, Haraldur Pétursson 22 og Gunnar Pálmi og Gunnar Gunnarsson með 20 stig og þessir 5 eiga. Komið sæl, Birgir Þór heit ég, þeir horfa á Daewoo Motorsport og efni þáttarins í kvöld, 5. og síðasta